Já, komið sæl. Ég heiti Nanna, ég er hérna náms- og starfsráðgjafi við Menntaskólann á Egilsstöðum og það sem ég ætla að gera með ykkur núna er að við ætlum að skoða talgreinin tíró. Það sem að tíró hefur kannski fram yfir aðra talgreina sem að ég hef að minnsta kosti prófað er að leið og þú ert að tala og talgreinirinn greinir það sem þú ert að segja og skrifar það upp, þá geturðu sem sagt leiðrétt eða koma einhverjar villur samtímis og þú getur ýtt á enter og ræður svolítið hvernig þú setur upp textann, bætt við punktum og annað slíkt. Þannig að við ætlum að byrja á því að opna Flippa og slá inn tiro.is. Og eins og ég sagði, eins og stendur hér, þá er þetta sem sagt sjálfvirk talgreining fyrir íslenskt talmál yfir í ritaðan texta. Og síðan lítur svona út. Það er hvoru tveggja hægt að senda inn hljóðskrá eða myndband sem að forritið síðan í rauninni greinir og nemur röddina á myndbandinu eða hljóðskráni og breytir því yfir í texta. Eða þá að maður getur lesið inn sjálfur í rauninni og forritið skrifar upp fyrir þig. Og það er svona það sem við ætlum allavega að gera núna í þessu myndbandi. Við byrjum á því að smella á innskrá og að því að ég er nýbúin að skrá mig inn að þá er þetta síðan sem að kemur upp. Þið sem eruð að prófa þetta í fyrsta skipti, þið væntanlega þurfið annaðhvort að búa ykkur til aðgang eða þá að skrá ykkur inn í gegnum rafræn skilríki eða íslykil. En eins og þið sjáið hér, þá getur maður sem sagt smellt á hlaðið upp hljóðskrá eða myndbandi, en það sem við ætlum að gera er að við ætlum að smella á diktering. Og þá kemur þessi síða hér upp. Og við skulum bara byrja. Ég ætla til dæmis bara að ímynda mér að sé að fara að byrja á einhverju ritgerð og mér langi svona pínu til þess að leyfa mér að fara bara í flæði og láta tíró í rauninni greina það sem að ég er að segja eða svona tala upphátt við sjálfa mig. Þannig að við skulum bara byrja. Og þá smellum við á þennan hnapp, byrja. Inngangur. Aðferðafræði. Niðurstöður. Lokaorð. Seigla í lífi ungmenna. Seigla. Allt mannkyn þarf einhvern tímann á lífsleiðinni að takast á við hindranir eða mótlæti í lífinu í formi breytinga, óvæntra atburða, áfalla og erfiðra tilfinninga. Þar sem við erum þá öll ólíkir persónuleikar og búum við margs konar aðstæður í fjölbreyttum fjölskyldum og samfélögum og þar með við margþætta félagsmótun, erum við misjafnlega vel í stakk búin til að takast á við mótlætið. Mótlætið getur verið af margvíslegum toga, allt frá skilnaði foreldra, erfiðum fjölskylduaðstæðum, glímu við hegðunar- og geðraskanir, til dvalar á fósturheimilum og sálrænna áfalla. Ég smella á pásu svo að talgreinirinn haldi ekki áfram að nema það sem ég er að segja við ykkur, annars væri hann að skrifa það niður núna líka. En við skulum aðeins kíkja á textann. Ok, þetta lítur bara alveg ótrúlega vel út, verði ég að segja, miðað við það sem ég hef prófað áður.
Og það sem er síðan líka hægt að gera er að maður getur farið hérna tilbaka og smellt á play og þá í rauninni er textinn sem að þú last upp áðan, hann er endurtekinn og þú getur farið í gegnum textan og leið og hvert orð er sagt, þá kemur gulur litur yfir það, þannig að maður getur svona yfirfarið það sem maður er búinn að segja. En þessi talgreinir bara lítur ofboðslega vel út og ég mæli með að fólk prófi. Sérstaklega kannski þeir sem eru að glíma við lestrarörðugleika, lesblindu og jafnvel gæti þetta nýst líka þeim sem eru með ADHD og eiga kannski erfiðleikum með að byrja á svona stórum verkefnum og langar kannski bara svolítið til þess að fabúlera efnið og hvað þeir myndu mögulega vilja skrifa og þá getur þetta verið góður byrjunarreitur til að vinna út frá af því að síðan þegar maður er í rauninni búinn að nota Tiro þá getur maður í rauninni bara kopíað textan og opna Word-skjal og haldið áfram að vinna með hann þar. Þannig að þetta er sem sagt talgreinirinn Tiro. Vona að þið hafi haft gagn og gaman að.